Sigmundur, nú þjóðin að fagna fullnaðarsigri í Icesave-málinu í dag. Hvað stendur upp úr? Það stendur auðvitað upp úr að Ísland vann. Ísland vann, eins og segir, fullnaðarsigur. Og það gerði það þrátt fyrir að standa gegn því sem ekki er hægt að kalla annað en ofurefli. Meðal annars tveimur af valdförustu alþjóðastofnunum heims. Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem reyndi að minnsta kosti að hluta til að beita okkur þvingunum í málinu og Evrópusambandinu sem sá ástæðu til þess í fyrsta skipti að gerast þátttakandi í málaferlum fyrir EFTA-dómstólnum gegn Íslandi og sótti það mjög stíft, reyndi hátt til höggs en voru gerðir algjörlega afturreka með málið. Ísland vann á öllum atriðum sem að ákært var fyrir og rökstuðningur okkar, sá rökstuðningur sem við höfum haldið fram undanfarin ár í þessu máli var allur samþykktur. Nú hefur þú farið í fararbroddi þingflokks Framsóknarmanna að berjast gegn öllum Icesave-samningunum. Hafðirðu trú á sigri allan tímann? Ég hafði alltaf óbyrjandi trú á rétti Íslands í málinu og þess vegna fannst mér ekki annað að koma til greina en að við berjumst fyrir þeim rétti. Ríki getur ekki leyft sér að gefa eftir rétt sinn og allra síst í svona stóru máli sem er raunar svo stórt að við hefðum ekki getað staðið undir kröfum. Ef að fyrstu samningarnir hefði verið samþykktir til dæmis, þá hefði það sett Ísland í þrot. Við sjáum það núna. Svoleiðis að mínum mati kom ekki annað til greina en að standa á rétti Íslands og sem betur fer þá var sá réttur tryggður í niðurstöðu dómsins í dag. Nú er þetta eitt af stærstu málum undanfarinna ára á Íslandi. Telur að þessi dómur muni hafa einhver pólitísk áhrif? Já, auðvitað hljóta menn að velta fyrir sér aðdraganda þessa máls og hvernig á því hefur verið haldið, þó ekki væri nema til þess að læra af reynslunni. Sem gerir ekki samskonar mistök aftur. Dagurinn í dag er kannski fyrst og fremst í að fagna sigri. Þetta er eins og við höfum unnið í EM að minnsta kosti. Svoleiðis að dagurinn í dag er dagur fögnuðar, en auðvitað verður ekki hjá því komist að velta fyrir sér hvernig á þessu hefur verið haldið og hvaða afleiðingar það hefur. Fögnum í dag. Takk fyrir. Takk.